Árið 1984 þá lendir sonur okkar Gunnar Örn í alvarlegu brunaslysi, 40% þriðastigsbruni. Áður en það gerist að þá ég búin að læra af ömmu minni sem var grasalæknir á Guðs náð og hún sem sé hafði verið að sjóða bæði jurtir í seyði og smyrsl frá því að ég mundi eftir mér í rauninni. Og þegar við fengum hann heim þá fórum við að bera á hann smyrslið okkar. Og á cirka 3 vikum þá gekk ofhólkunin tilbaka og sárin fóru að gróa. Og þetta í rauninni fallegustu blettirnir á þessari brenndu húð í dag. Þegar ég alast upp með ömmu minni þá hún að sjóða vallumalinn í tólg eða saltlausu smjöri en síðan náttúrulega hefur þetta þróast og í dag erum við að nota allt önnur burðarefni heldur en á þeim tíma. Og kókosfeitin aðalburðarefni, hún talin líkust fitinu okkar, þannig að það fer mjög vel saman að vera með jurtina í kókosfeitinni. Og í dag erum við mjög sátt við útkomuna í kreminu eins og það í dag. Við erum að vinna með íslensku jurtirnar og íslenska vallumalinn og Gunnar kannski sá sem svona kannski sem sér mest hvar og hvernig. Já, maður náttúrulega velur svæðin, það sem hann tínir á. Þetta góð svæði og hvernig hann vextar og hvernig hann þroskast. Og velur svo réttan tíman til að tína og þurrka rétt. Við getum sagt að vallumallinn okkar kannski að því að hann hefur svo stuttan vaxtartíma þannig að hann þarf að safna öllum kraftinum í sig og mjög sterkur og öflugur þannig að hann hefur verið talinn mjög góður. Við viljum að neytandinn og þeir sem að nota smyrslið fái það sem nýjast til sín. Þannig að við erum ekki að byggja upp á því að vera að búa til mikið í einu og geyma og lager, heldur erum við að byggja í raunin á því að vera svona lítil og geta sinnt í að gera þetta jöfnum höndum. Þetta fjölskyldufyrirtæki? Já, lítið fjölskyldufyrirtæki og við handtínum jurtirnar og handgerum í raunin alla hluti. Af því það eru gæðin sem skipta okkur málin ekki magnið. Þú ferð ekki bara og tínir jurtina og blandar þessu saman og gerir eitthvað. Þú þarft að gera þetta svona frá tilfinningunni og láta svona svolítið hjarta þitt í það líka. Þannig að við viljum gjarna geta stýrt í svolítið, geta kennt börnunum okkar og vonandi heldur það áfram að þau kenna sínum börnum og svo koll að kolli. Ég náttúrulega tel mig alveg ótrúlega heppna að hafa fengið að kynnast arfleiðin okkar og kynnast því sem amma mín hefur verið að gera í gegnum tíðina og líka bara fá alla þá þekkingu sem hún bjó yfir í varðandi jurtirnar, bæði í sambandi við seiðagerð og smyrslagerð. Smyrslið hefur náttúrulega þróast mjög mikið frá því að ég fæ það í hendurnar og í dag þetta mjög gott smyrsl sem að virka nákvæmlega fyrir þennan hóp eins og Gunnar Örn. Kremin eru góð, jurtirnar góðar og ég vil að sem flestir geti notið þess sem við erum að gera. Já.